Viska til frelsis, 22. kafli, hinn innri fjársjóður. Það er margt í umhverfi þínu sem hefur áhrif á hugsanir þínar og viðhorf og margt að því dregur athygli þína frá sjálfum þér, hvort heldur einhver persóna, hlutir eða viðburðir. Það er gott og gilt í ákveðnu mæli en í raun er farsælast að beina athyglinni inn á við því þar liggur fjársjóður þinn með kærleika og hamingju. Líf þitt og umhverfi er afsprengi hugsana þinna og því er það upphaf alls í þínu lífi. Í hugum margra er himnaríki og helvíti fjarlægir staðir en eru í raun meðvitundastig innra með þér. Satan er egóið og sálin er hið guðlega innra með þér. Því er það þitt að ákveða hvar þú vilt vera og með hverjum. Illar hugsanir leiða af sér ljót orð og vondar gjörðir sem næra egóið og gefa þér lága meðvitund og að sama skapi leiða kærleiksríkar og jákvæðar hugsanir af sér falleg orð og góðar gjörðir. Sálin nærist og meðvitundin hækkar í átt að himnaríkinu. Vertu meðvitaður sjálfan þig, orsakir og afleiðingar af hugsunum þínum og lærðu að beina þeim í rétta átt og þannig mun meðvitund þín hækka og þú munt öðlast andlegan þroska. Það er margt í umhverfi sem dregur athygli þína frá þessum sannleika og frá sjálfum þér og því innra. Að vera einn með sjálfum sér í þögninni og hlusta á tilfinningar sínar og rólegan andardrátt er leiðin að fjársjónum innra með þér. Þannig beinist athyglinni inn á við og þú lærir að hlusta á tilfinningar þínar og takast á við þær þegar þær koma. Þú lærir að beina þeim í jákvæðar og kærleiksríkar áttir. Þú verður frjáls fyrir hugsunum og gjörðum annara og hættir að láta umhverfið og aðra stjórna hugsunum þínum og lífi. Þegar þú byrjar að skoða þessa hluti, muntu sjá og skynja að það er margt í umhverfi þínu sem beinir athyglinni frá sjálfum þér og því innra. Þú öðlast þekkingu af hinu ytra en viskan er innra með þér. Viskan er leiðin til andlegs þroska. Andleg kennsla er í raun leið til að hjálpa þér að rifja upp það sem þú áður kunnir og er leið til að hjálpa þér að finna þá visku sem býr innra með þér.